Við ætlum að ræða viðskiptaráð sem ansi mikil fyrirferð á viðskiptaráði í samfélaginu. Við erum ég aðalega verið að tuða yfir því hvað þeir eiga svona greiðan aðgang í umræðinu og geta stjórnað umræðinu skólamál og alls konar hluti sem að myndir svona fyrirfram ekki ætla þeir hefði nokkurt vitað. Og meðal annars verið að kvarta yfir því að þeir eiga kannski 15-20 kastljós á ári þar sem að einhver skýrsla sem að þeir búa að senda frá sér að hún lendi beint inn í kastljósi. Og ástæðan fyrir að ég tuða svona að viðskiptaráð náttúrulega ekki svona almannasamtök í neinum skilningi. Hvað er þetta, Björn Brynjólfur Björnsson? Hvaða rödd er þetta sem að þú ert að bera þegar þú mætir í kastljós? Já, bara takk fyrir boðið. Viðskiptaráð eru þá samtök þeirra sem trú á frjálsa verslun og viðskipti og stofnað árið 1917. Og þá í rauninni mikil innflutningshöft og erfitt að eiga frjálsviðskipti. Þú ert leyfi frá hinu opinbera til að flytja inn eða út og að kaupa gjaldeyri og annað. Og ráðið hefur í rauninni öll þessi 109 ár verið að berjast fyrir í rauninni auknu frelsi í samfélaginu. Ekki fyrir þá sem eru félagsmenn eða fyrirtæki sem standa á bakvið? Já, það fyrir alla í rauninni af því að við erum alltaf í rauninni að reyna að vera hreyfiafl fyrir samfélagið. Þannig að það eru rauninni allir njóta ávinningsins hvort sem þeir eru félagar eður ei. Já, en þeir eru að berjast fyrir frelsi þeirra sem að eiga fyrirtækin, fyrst og fremst. En það má vera að þið trúið í að það leiði til frelsi hinna, ég veit ekki. Eða frelsi þeirra sem vilja stofna fyrirtæki eða frelsi þeirra sem vilja geta vesla sér föt á hagfelldu verði á Íslandi eða bara frelsi fyrir þá sem vilja athafna sig með frjálsum hætti á þess að lúta boðum og bönnum. Já, og þá svona jákvætt frelsi, ekki frelsi fólks til þess að geta keypt sér mat á þess að hann sé óhollur eða eitthvað slíkt. Ekki frelsi frá einhver, ekki frelsi leigjenda frá því að þurfa að verja 70% af framfærslu sinni í húsaleigu. Þeir eru frekar að hugsa frelsi leigusalans á að geta selt eða leigt sitt húsnæði á því verði sem hann bara kemst upp með það. Ég held að reynslan sýni til dæmis bæði þegar kemur að matvöru og húsnæði að aukið frelsi til dæmis að byggja og leigja út og annað leiðir til lægra verðs að jafnaði. Þannig að ef þú ferð í opinbera kvaðir eða hömlur á þessum mörkuðum þá í rauninni grefur undan þeim. Það er ein setning sem að það er bara ein leið betri en sprengjur til að eyðileggja borgir og það er leigubremsa. Já, þetta er einhver frasi sem eitthvað sagði á 80 áratugnum og menn í þinni stöðu hafa endurtekið. Já, en við eins og getum séð kannski að það sem hið opinbera sterkara á húsnæðismarkaði eins og í Svíþjóð, Vínarborg og mjög víða, Þýskalandi, að þar ástandi húsnæðismarkaði miklu betra en hér, þar sem eiginlega frumskógarlögmálið sem gildir. Já, ekki að þú skoðar einstaklinga per íbúð eða aldur á fólki þegar það flytur út eða annað. Það eru fleiri ungmenni á Íslandi sem búa heima hjá sér heldur en í nágrannalöndunum. Ég þyrfti að skoða það betur, ég ekki með það fyrir fram mig en svona húsnæðis útgjöld sem hlutfallar ráðstöfunartekjum eru ekki margt ósvipu hér og annars staðar á Norðurlöndum. Í einhverjum samanburðartölum eru þau lægri hér. En ástæðan fyrir að spyrja svona, mér langar bara að vita að það er innbyggt inn í viðskiptaráð og þú telur þau vera að tala fyrir almannahagsmunum af því að viðskiptaráð trúir því að frelsi þeirra sem eru að stofna fyrirtæki eða eiga fyrirtæki að það eigur almenna hagsæld. Já, að mínu mati hefur reynslan sýnt að frjáls verslun og viðskipti auka hagsæld, það er að segja, og viðskiptaráð hefur hreyfiafl fyrir þessu í gegnum þessi árhundruð. Viðskiptaráð til dæmis hefur verið bakhjarl verslunarskólans yfir öld og byggt skólan úr því að vera ein kennslustofa í að vera fjölmennasti framhaldsskóli landsins. Við stofnuðum háskólann í Reykjavík. Ráðið er ekki bara að berjast fyrir auknu efnahagslegu frelsi eins og við köllum það, heldur erum við líka að beita okkur og berjast fyrir framförum fyrir samfélagið allt. Að mennta fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu? Já, bara mennta fólk til að eiga gott líf og ég held að allir sem hafa komið að starfi þessara til dæmis tveggja stofnana, Vestló og HR, beri því svona jafnaði mjög góða söguna og séu sammála því að
sú staðreynd að viðskiptaráð kom þessum stofnunum á legg hafi verið til góðs fyrir samfélagið. En hugsjónin sem að býr til þessa skóla að okkur vantar fólk til þess að vinna inn í viðskiptalífinu. Svo svipaðu þegar samvinnuskólinn var stofnaður og okkur vantar bara fólk til þess að vinna inn í samvinnuhreyfingunni. En svo náttúrulega þróast Vestlói að verða bara eins og hver annar framhaldsskóli og HÍ hægt og bítandi að verða bara eins og hver annar háskóli, en upphaflega var áherslurnar meira svona viðskipta megin. Já, í rauninni kveikjana því að annars vegar að styðja við bakið á Vestló og síðan að stofna háskólinn í Reykjavík sem svona byrjar sem tölvuháskólinn út úr Vestló að viðskiptaráð og það fólk sem þá í stjórn þar að ræða sín á milli að það sé skortur á ákveðnum tegundum færni þá í atvinnulífinu og vill styðja í rauninni við frekari uppbyggingu á þess hátta greinum. Það má nefna tölvunafræði sem dæmi og verkfræði og aðra svona verklega greinar sem þótti svona skortur á eins og til dæmis þegar HR var stofnaður og þegar Vestló var byggður upp þá í rauninni var það verslunarprófið gamla og þessi svona viðskipta þekking að því að Ísland í byrjun 20. aldar var ekki á þeim stað sem það í dag. Það var lítið fyrirtæki og lítið svona athafnir fyrirtæki eins og við þekkjum það í dag og þá hét þetta bara verslunarráð og voru bara kaupmenn. Þannig en svo var nafninu breytt í kringum aldamótin vegna þess að þá voru komnar miklu fleiri atvinnugreinar og þá var þetta útvíkkað bara úr verslun yfir í viðskipti í heild. Já, svipuð þróun og hefur verið í sambærilegum svona klúbbum eða hringborðum eða sem eru víða heim. Svona eru svipuð fyrirbrigði. Já, akkurat. En ef maður skoðar áherslur svona think tanks atvinnulífsins eða hagsmuna gæslu atvinnulífsins til dæmis eða fyrirtækjana í Svíþjóð að þá eru þeir ekki til dæmis andsnúin samkeppniseftirliti og þau virðist vera. Að þú ert að tala frelsi og samkeppni sem að leiði til aukinnar hagsældar og þá þarf náttúrulega að vera virk samkeppni og það er ekki gott ef það sömuleyti eins og við búum við að hafa hér fákeppni. Það sem eru 2-3 fyrirtæki sem að skipta á milli sín markaði og við sem höfum alist hér upp og höfum búið hér hefum kannski erfitt með að benda á einhverjum svona merki þess að hér sé öflug samkeppni. En þið hafið alltaf verið eiginlega andsnúin því að ríkið hafi samkeppniseftirlit. Nei, við erum fylgjandi því að það sé samkeppniseftirlit, sérstaklega að það kemur að ólöglegu verðsamráði og öðru. Það sem við höfum gagnrýnt við núverandi fyrirkomulag sem sagt hversu mikil inngrip og íþyngjandi framkvæmd samkeppnislaga á Íslandi og það snýr ekki bara að eftirliti með ólöglegu verðsamráði sem auðvitað mjög alvarlegt brot og þekkist hvergi að ekki sé eftirlitsstofnun sem fylgist með því heldur einnig samrunum. Það að segja þegar fyrirtæki að kaupa eða selja önnur fyrirtæki eða sameinast að það rosalega hraðahindrun á öllum slíkum viðskiptum hérna á Íslandi. Það líka annað þar. Já, ekki í... Það virkar bara öðruvísi að markaðurinn hér minni? Ég skal nefna þetta dæmi. 8% af öllum inngripum í samrunum í Evrópu, sem sagt 8% af öllum inngripum að hálfu samkeppnisyfirvalda á Íslandi. Kannski að þegar markaðurinn er svo lítill að þú mátti ekki mikið hreyfa þig á þess að það komi til álita hjá samkeppniseftirlitinu. Já, 8% af öllum samrunum í álfunni og meðan við erum 0,1% af íbúafjöldanum. Þannig að þú ert 100 sinnum líklegri til þess að lendi því að samkeppniseftirliti grípi inn í. Og það til dæmis rannsóknarnefnd opinbera eftirlitsstofnanir gerði samanburð á því hversu ánægt andlagið eða þessi eftirlitsskyldir aðalar eru með eftirlit af hálfu eftirlitsaðala síns og bar saman 30 eftirlitsstofnanir í Íslandi og samkeppniseftirlitið rak þar lestina. Það líka ef þú ber saman samkeppnishæfni úttektir þá rekur samkeppniseftirlitið í Íslandi líka lestina. Þannig að það eitthvað að þarna í framkvæmdinni og að okkar mati þarna pottur brotinn og það þarf að bæta bara stjórnsýsluna þarna. Þið hafið gagnrýnt samkeppniseftirlitið mjög hart. Já, við höfum bara bent á þetta. Ég myndi segja að við gáum úttekt í haust sem talaði sem bara heiti á hlykkjóttum vegi, úttekt á samruna umhverfinu á Íslandi og þar vorum við að benda meðal annars á þessi atriði
að Samkeppniseftirlitið sendi frá sér sko gríðarlega viðamiklar gagnabeiðnir sem tengjast ekkert sko þeim viðskiptum sem eru til rannsóknar. Þau taka sér mjög langan tíma í málsmeðferðir. Fyrirtæki sem eru sem sagt, í söluferli eða annað geta þurft að bíða í sko marga mánuði eða jafnvel árum saman eða fer í áfrýjunarferli og slíkt. Og sko það má ekki gleyma því að sko of þungt eftirlit dregur úr samkeppni vegna þess að sko hvati fólks til að stofna fyrirtæki ræðist líka af því að fyrirtækið geti mögulega sameinast öðrum eða þú getur sem frumkvöðl komið í aðrar hendur og hagnast á því. Þannig að sko ef að Samkeppniseftirlitið stöðvar alla samruna eða kaup eða grípur inn í og sem það gerir ekki. Já, sko, það gerir það í Það hleypa hellingi í gegn. Það gerir það 100 sinnum meira en í öðrum löndum. Þannig að það finnst mér vera ekki vísbendingum hóflega stjórnsýslu. Þú verður að taka tilliti til stærða markaðarins eins og ég var að reyna að vísa í að það kannski það er oftar sem að samrunar á Íslandi koma til álita hjá Samkeppniseftirlitinu heldur en kannski í Þýskalandi þar sem er stór markaður og kannski stærð markaðarins ítir undir meiri samkeppni. Hér er sáralítið samkeppni fyrir. Já, en ekki verður meiri þegar það verður fyrirtæki verður saminuð. Gögnin renna ekki stóðunum til þetta og í stærri löndum eru líka oft sko 3 eða 4 símfyrirtæki, 3 eða 4 tryggingafélög. Þannig að sko þetta fákeppnistal finnst mér dálítið svona einfalda myndina. Sko versta myndin fyrir neytendur og almenning er einokun. Það er það sem við viljum forðast. Já. Sko það sem þú kallar fákeppni ef að 3-4 fyrirtæki sem er ekki í neinu samráði og eru hvert sem þurfi ekki að hafa samráð vegna þess að þau bara taka nótis af verðinu hvort fyrir annað. Þú kannast við sögun að krónan heiti krónan vegna þess að það er vöru sem er fylgst með að það er alltaf 1 krónu dýrari í krónunni til þess að halda aftur að samkeppni. Já, en þarna kemur inn á sko markaðshlutdeildir er ekki allt vegna þess að ef að þú ert í frjálsu samfélagi, það sem er efnahagslegt frelsi, þá er hverju sem er kleift að stofna fyrirtæki. Þannig að ef að þér finnst sko krónan eða bónus vera með of há verð, þá getur þú stofna matvöruverslun. Það er svolítið þegar 2 eru búin að koma sér fyrir með þessa markaðsstöðu. Ekki 2 heldur, það eru 4 eða 5. Það eru svona kannski 2,5 eða eitthvað svona sem að eru. Sko, erfiðleikarnir þínir við að koma inn á þann markað að því að þetta eru fyrirtæki sem að eiga sko heildsölurnar og eru með rosalega sterka stöðu á markaði að það er bara hægara sagt að gert að ætla að fara að búa til matvörukeðju í samkeppni við þessa. Þannig að saman með tryggingamarkaðin og fleira það sem oft er reynt að búa til eitthvað til dæmis FIB tekið þátt í einhverju tilraunum við að búa til einhverja samkeppni til þess að verja neytendur að yfirleitt er þetta svo erfitt að eiga við þessa stóru sem að sumuleyti hafa mótað allt viðskiptaumhverfið, stundum allt lagaumhverfið að sínum þarfum. Samkeppniseftirlitið hefur líka eftirlit með því að ekki séu sko óþarfa aðgangshindranir á markaði og ég tel að það sé miklu mikilvægari mælikvarði heldur en markaðshlutdeildir. Vegna þess að ef að þú ert á markaði og verðleggur þig of hátt miðað við kostnað, þá ertu í rauninni að opna á tækifæri fyrir einhvern annan að koma inn. Og það er eins og einn frumkvöld sagði, þinn hagnaður er mitt tækifæri. Leið einhver rukkar of mikið, þá er hann í rauninni að segja, heyrðu, hérna er tækifæri fyrir þig til að koma inn. En forsendan fyrir því er þá efnahagslegt frelsi að það sé að stofna fyrirtæki og koma því í gang, þurfa ekki að bíða eftir leyfum, þurfa ekki að bíða eftir hlutum lengi af hálfu hins opinbera, heldur að geta athafna sig. Og hvati til að stofna fyrirtæki er líka það sá fyrir marga er hagnaðarvon. Það er að segja að þú stofna fyrirtæki og ætlar að gera eitthvað með hagkvæmari hætti en aðrir og selja það þá að hærra verði en þinn kostnaður og hagnast. Og þessi hagnaðarvon er það sem Adam Smith kallar ósýnilegu höndina. Það er að segja fólk sem er að stofna fyrirtæki af græðgi er í raun að vinna fyrir samfélagið. Vegna þess að þau eru að skapa hluti með hagkvæmari hætti, selja það með hagkvæmari hætti en sínir samkeppnisaðilar og búa þannig til verðmæti þóttu séu innan gæsalappa eigingjörn. Já, en staðan sem við búum við er að á flestu mörkuðum er fákeppni. Það sem eru 2-3 fyrirtæki sem er ekkert mikið skárra heldur en einokun, eins og þeir alltaf að selja vöruna á sama verði. Við þekkjum það í olíufélögunum og að sumuleyti í matvörufyrirtækinu og það hafi komið inn búðir, Costco fyrst og svo hvað heitir það í Kópavoginum sem að... Já, Spar. Já, þannig að það eru svona dæmi um það, en að langstæðstu leyti er markaðurinn svona fastur í út frá það sem þeir geta varið stöðu sína út af stærð sinni
og hversu víða þeir fara yfir markaðin, þeir eiga heildsölunar, þeir eru með samninga við Byrgja og þar undir göttunum. Þannig að þóttu fræðilega þá gætur þú stofnað fyrirtæki búð á móti þessu, en leiðin bara svo löng. En ég myndi persónulega ekki stofna búð á móti þessu vegna þess að horfðu á ársreikninga þessara fyrirtækja sem þú segir á okri á neytendum. Já. Þau eru ekki að hagnast í samræmi við það sem þú ert að lýsa. En kannski liggur hagnaðurinn í heildsölunni eða í fyrirtækinu sem þeir eiga líka, sem eiga húsnæðið. Nei, þetta eru samstæður, það kemur þá fram í samstæðureikningi og takt eftir því að 2 stærstu matvælakeðjur á Íslandi, þær eru í 80% eigu lífeyrissjóða eða meira. Þannig að það á náttúrulega við í öll fyrirtækin. Já, en þessi saga að einhvern veginn gráður eða vondi kapitalistar séu að okra á fólki í matvælaverðum stenst hvorki skoðun út frá arðsemi félagana, né út frá eignarhaldinu, né út frá gengi annarra sem hafa verið að koma inn á markaðinn. Þannig að þetta tal að fákeppni þar sem 3-4 fyrirtæki starfa á markaði sé óeðlilegt ástand, það rímar ekki. Það ekki þannig að í stærri löndum séu hundruðir fyrirtækja með tryggingastarfsemi. Það alltaf þannig að 3-4 séu með alla markaðshlutdeildina og það nóg til að skila bróðuparti af ávinningi samkeppni til neytenda. Já, en við erum að borga hærra verð út í búð, miklu hærra verð en nemur flutningskostnaðinu frá Evrópu. Ertu þá að leggja saman innkaupaverðið erlendis, flutningskostnaðinn, dreifingarkostnaðinn og kostnaðinn við að halda út í verslunum? Já, það veit allir Íslendingar sem hafa ferðast, sem hafa farið út í matvörubúð í útlöndum, að verð hér mjög hátt. En hafa þessir Íslendingar líka verið með störf erlendis vegna þess að við erum með hæstu laun í heimi? Nei, það eru hærri laun í Sviss. Það eru hvergi hærri laun á greidda vinnustund en á Íslandi. Sviss þar með talið. Þið reiknar það út. Nei, það seðlabankatölur. Það eru hæstu laun í heimi á Íslandi. Þetta hefur verið vefengt og Þetta bara í nýjustu skýrslu seðlabankans, Þetta eru bara opinber gögn. Já, en það eru hærri laun í Sviss. Það eru til dæmis lágmarkslaun í Sviss eru kannski 50% hærri en á Íslandi. Það eru þeir sem eru á lægstu laununum og verðlagið í Sviss ekki 50% hærra, það eru svona 7% hærra. Sviss orðið fyrirmyndar ekki þitt? Ég bara tek dæmi það sem eru há laun. Já, ég held að til dæmis að ef við tökum Svissin dæmi, Sviss ágætt dæmi landi sem hefur vegnað vel vegna þess að það hefur verið með mikið efnahagslegt frelsi og ég búin að vera í rimmu við stéttarfélögin undanfarið og þar hafa þau verið að tala að þau sé að berjast fyrir kjarabótum og ýmsu með sinni baráttu núna á síðustu árum. Og ég hef verið að benda á Sviss sem dæmi land þar sem eru miklu færri stéttarfélögum, miklu veikari réttindi á vinnumarkaði heldur en í mörgum öðrum Evrópuríkjum. Þar gefa kantónunar út lágmarkslaun, myndirðu vilja það? Það ríki gæfi út lágmarkslaun að það væru svona 750 krónur á mánuði. Það eru lágmarkslaun sem eru ákvörða saminum, en í Sviss að því að það eru veik stéttarfélög, að þá gefa kantónunar út lágmarkslaun og borgirnar reyndar. Að þá var það svipað á hér að Reykjavíkurborg myndi gefa út að lágmarkslaun var 800 krónur á mánuði. Reykjavíkurborg ræður sínum lágmarkslaunum sjálf, rétt eins og... Nei, sem að þau borga, en ég að tala að ef þú ert með rekstur í Reykjavík þá eru lágmarkslaun þar. En stéttarfélögin náttúrulega semja lágmarkslaun við atvinnureikendur, bæði samtök atvinnulífsins og líka hið opinbera. Og það eru kjarasamningar í Íslandi hafa lagarlegt ígildi, þannig að það eru lágmarkslaun á Íslandi. Það samið það, en þú varst að tala að vera veik stéttarfélög í Sviss og varst að glotta mér að hafa ekki dæmi að því að þá ég að taka dæmi að samfélagi sem eru veik stéttarfélög. Það sem eru veik stéttarfélög, eins og við til dæmis í Bandaríkjunum líka, að þar gefið þau opinbera út lágmarkslaun og það gert í Sviss og þau lágmarkslaun eru svona 50% hærri en á Íslandi. Og skatturinn étur það ekki upp og verðlagi étur það heldur ekki upp. Þannig að í Sviss er láglauna fólkið varið betur, þannig að þau hafi eðlilega framfærslu sem heldur en úr okkar kerfi. Já, ég þarf að kynna mig betur lágmarkslaun í kantónum í Sviss, heyri ég. Já, en það er hærra. Þetta er oft svona sem að menn lenda í því að velja sér tölur hér og þar og að sömuleyti vinni þið við það að búa til framsetningu á einhverju stöðu sem að þjónar best ykkar félags, við getum ekki sagt mönnum eða fyrirtækjunum sem að standa á bak við þetta. Já, ég myndi segja að það sé ekki alveg nákvæmt vegna þess að
Ég myndi gera greinamun og annars vegar sko hagsmunasamtökum og hins vegar hugveitu. Þú veist, viðskiptaráð ekki mikið á lokuðum fundum. Eiginlega allt sem við gerum, 80% tíma starfsfólks okkar, afrakstur þessi birtur opinberlega. Þannig að okkar störf eru fyrir allra augum. Þannig að við erum ekki þannig að við séum að vinna að hagsmunum einstakra fyrirtækja eða atvinnugreina. Það beinlinni skrifað í lögin okkar að við megum ekki gera það. Nei, þið eru með eins og einhverja stefnu sem að þeir að reka, sem að líklega aðildafélögin eða aðildafyrirtækin sætta sig við á að séu þeirra hagsmunir að tilheyra og þeir rekið mjög ákveðna stefnu hvert Ísland ætti að þróast. Já, en við erum ekki með neinn völd, við bara í rauninni erum að koma með hugmyndir og sko það líka hlutverk okkar að vera uppspretta nýra hugmynda og koma með tillögur hvernig samfélagi getur batnað og bætt sig átt til þeirra sín sem við köllum frelsi og framfarir. Já. Og það er rauninni það sem við erum að gera með þessum hugveitu störfum, að reyna að vekja athygli á málefnum og málaflokkum þar sem við teljum að gera mig betur. Já, þið eru hugveita þessara fyrirtækja sem eru svona stærstu fyrirtækin á landinu, þannig að sömuleyti eru þið að vinna fyrir eigendur allra stærstu fyrirtækina. Þú nefndir áðan lífeyrissjóðuna, líklega ert þú að vinna fyrir lífeyrissjóðuna. Erum við ekki öll að vinna fyrir lífeyrissjóðuna? En þú eiginlega frekar heldur allavega ég, að því að lífeyrissjóðunir eiga meirihluta í mörgum af stærstu fyrirtækjunum sem að borga inn í viðskiptaráð. Já, en viðskiptaráð ekki bara samtök stórfyrirtækja, það eru fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum hjá okkur og líka einstaklingar sem trúa á hlutverkið og lögin. Já. Þannig að við erum í rauninni bara frjáls félagasamtök, það getur hver sem stofnað frjáls félagasamtök Þannig ef ég geng inn í þetta félag, þá fæ ég sama atkvæðamagn og Samherji. Nei, það fer eftir aðildargjöldum. Já, það er sama á við SA, þannig að þetta er ekki alveg beint lýðræðisleg fyrirtæki, það er hver króna yfir atkvæði. Þeir sem eru minni eru yfirvigtaðir, en þeir sem eru stærstir ráða mestu, þess vegna leyfi ég mér að segja þetta þeir sem að ráða ferðinni eru allra stærstu fyrirtækin á Íslandi. Já, hjá viðskiptaráði myndi ég segja að þeir sem sagt eru stærstir, þeir hafa flest atkvæði í stjórnarkjöri. Já, og það vill svo til að því að mörg af þessu fyrirtækjum er í Kauphöllinni, að þetta eru fyrirtæki sem eru í meirihluta eigu lífeyrissjóðanna, en samt myndir þú aldrei líta svo á að þú værir einhvern veginn að horfa á hagsmuni lífeyrissjóðanna. Það verður bara hagsmunir lífeyrissjóðanna þá í gegnum þessi fyrirtæki og lífeyrissjóðanir eru oft svona silent partner í þessu fyrirtækjum og það er yfirleitt stæðsti enga fjárfestirinn í fyrirtækjum sem að ræður ferðinni. Sko, ég myndi segja að ég er ekki mikið að vinna endilega fyrir einstök aðildar fyrirtæki, þú veist, eða hugsa eigendurna á fyrirtækjum sem eru í viðskiptaráði. Ég er að hugsa hlutverki og lögin. Þannig starfa ég og þannig starfar starfsfólki. Við erum í rauninni, þú veist, ef þú gengur í viðskiptaráð þá ertu að kvitta upp á þessi lög og þessi hlutverk. Þannig að það að einhver aðili stíðin í viðskiptaráð, það hefur ekki bein áhrif á það hvað við skrifum. Við erum ekki að skrifa þetta út frá hagsmunum okkar félaga, heldur því sem við teljum þessi gott fyrir samfélagið. Þannig að það er munurinn kannski sem ég er að reyna að varpa á því hvort við séum hagsmunasamtök eða hugvita. Við erum í rauninni hugvita sem við erum að skrifa okkar efni eftir ákveðnu leiðarljósi sem er bara liggur fyrir á vefnum okkar og í lögunum okkar. Það er ekki alveg þannig að þið hafi mótað stefnuna, en það var stefnan komin áður en þú komst og fyrirtækin kjósa að ganga undir hana. Heldur það verður stefnan til í einhvers konar samtali starfsmannanna og stjórnarinnar sem eru fulltrúar stærstu fyrirtækjana. Já, ég meina, þú veist, það er rauninni framkvæmda stjórn viðskiptaráðs, það er rauninni 7 manna stjórnin sem hittist þá mánaðarlega og er bara sem er takturinn í flestum félagasamtökum. Og þið kannski berið undir hvað þið ætlaði að gera í næstunni, þannig það hefur verið að blessa svolítið stefnuna í tengslum við fyrirtækin. Já, eða bara alltaf undir þessum formerkjum að, þú veist, aðili sem er þá í framkvæmdastjórn, honum er ekki, þú veist, það færi illa á því ef að hann myndi koma á framkvæmdastjórnarfund og segja, nú vil ég að þið gerið þetta sem var það mitt fyrirtæki. Nei, þeir hafa annan vettvang til þess að berjast fyrir eigin hagsmunum, en þarna komuðu saman til þess að berjast fyrir breytingum á samfélaginu. Já, breiðari hagsmunum. Já, það sem að þau meta að það sé þeirra hagur að breyta samfélaginu.
og í gegnum þetta samráð eða samtal eða hvernig sem þetta verður til, ég held að það er nú ekki oft atkvæðagreiðslur þannig, ekki stefnu, að þá kemur út stefna sem að hægt að lesa þannig að þið viljið aukna einkavæðingu, þið viljið einkavæðingu inn í opinberum rekstri, inn í skólakerfi, inn í heilbrigðiskerfi. Þið viljið ekki... Einkarekstur, ég held að sé mikilvægt að vera með nákvæm hugtök. Þú veist, það er til dæmis munur á einkavæðingu og einkarekstri. Þú veist, við viljum sannarlega einkavæða sum opinber fyrirtæki, en á öðrum sviðum eins og við vorum að gefa í vikunni út þetta sorpþjónustu, þar viljum við beita einkarekstri, eða þar að segja útboðum. Já, en þú vilt gera greinarmun þarna á og vegna þess að það myndi halda áfram að innheimta sorphirðugjöld og reksturinn er keyptur af einhverju fyrirtæki, að þú vilja kalla það einkarekstur en ekki einkavæðingu. Já, vegna þess að einkarekstur er þá, þú veist... Það er ekki einkavæðing fyrir en að fyrirtæki getur sjálft verðlagt sig út á einhverju markaði eða? Já, bara ef við tökum dæmi höfuðborgarsvæðið, þá er sorphirða á höfuðborgarsvæðinu þegar ruslið er sótt til heimila. Hún er í öllum sveitarfélögum á vegum einkaaðila. Það er að segja að það eru þá vörubílafyrirtæki sem kom og sækja ruslið. Nema í Reykjavík, þar er hún á vegum sveitarfélagsins. Sveitarfélagi vill reka þetta sjálft. Já, og ef að... Ég held að svona almenningur ger ekki endilega þennan greinamun á einkarekstur og einkavæðingu. Nei, og ég held að það sé, þú veist, upplýsandi þá að reyna sko aðeins að leyfa fólki átta sig á því að þú veist, það er eðlismunur vegna þess að eins og til dæmis í tilfelli Reykjavíkurborgar þá erum við að tala fyrir því að Reykjavíkurborg hætti að aka eftir sorpinu sjálf og bjóði út þjónustuna eins og önnur sveitafélög höfuðborgarsvæðin gera. Reka þetta sjálf. Aðrir myndu segja að það er bara eðlilegt að Reykjavíkurborg eigi þetta sjálf, hafi einhverju tök á því. Ég meina, þú myndir vilja það ef þú ættir Reykjavík, þá myndir þú vilja sjálfur eiga þetta líka. Ég bý í Reykjavík og greiði útsvar og ég myndi vilja að borgin byði þetta út vegna þess að verðið væri lægra fyrir mig sem íbúa. Allavega kannski tímabundið. Það er nú ekki endilega víst að til lengri tíma þá leiði þetta alltaf til vellækkunar fyrir þann sem kaupir þjónustuna. Já, reynslan er þannig. Ég meina, Akureyrarbær var með sinn eigin rekstur á sorphirðu. Já, til lengri tíma eru mælingar á til lengri tíma. Ég skal bara gefa þetta dæmi. Akureyrarbær var sem sagt með sorphirðu á sínum eigin vegum. Þau ákveða að skipta yfir í útboðsfyrirkomulag, gerðu kostnaðaráætlun það hvað þau héldu að sem sagt það myndi kosta og útboð einkaaðilana 50% lægra. Þannig að þarna sparaði Akureyrarbær sér 700 milljónir á örfáum árum og það munar minna fyrir íbúana. Ástæðan fyrir ég segi til lengri tíma er að það er til dæmis til skýrsla Ríkisendurskoðunar í Bretlandi svona einkavæðingu og niðurstaðan hjá þeim var að til lengri tíma að þá í einstöka tilfellum þá kostar þetta það sama en í langflestu tilfellum leiðir þetta til hærra verðs til lengri tíma. Ég þekki ekki þessa skýrslu. Þannig að það er bara þegar það er að bjóða í, ég veit ekki hvort að þú getur farið í tryggingafélögin og látið bjóða í þig, að þá kannski lækkar tryggingagjaldið þitt tíma, en þú þarft líklega að láta bjóða í þig aftur eftir 3 ára því það er einhver aðferði við að hækka það aftur. Þess vegna, ef þú ætlar alltaf að vera með lægsta verðið, þá þarft að flakka mjög reglulega á milli tryggingafélaga. Og myndir þú frekar að vilja þá vera með opinbert tryggingafélag eða? Já, mér finnst sjálfsagt að vera valkostur það. En mér finnst svo áhugavert að þú talar... Sérstaklega vegna þess að tryggingafélögin starfa sömuleyti inn í svona vernduðu svæði sem eru með skyldutryggingar og annað slíkt. Þannig að þetta er eiginlega hálf opinber fyrirtæki sem eru þá einkarekstur á opinberu þjónustu. Af því að brunatrygging, við getum næstuði sagt að það væri eiginlega opinberu þjónusta af því að þú kemst ekki tjá því að brunatryggja. En að mínum mati er þetta heppilegt fyrirkomulag. Löggjafinn setur lög og segir fólk á að vera með þessi þjónustu. Þetta á að vera í boði. Og síðan eftir að þetta er hann einkaaðilum reksturinn og áhættuna. Og bara að því að reynslan á Íslandi til dæmis þegar kemur á sorphirðu er öfuð við það sem þú ert að segja. Bæði er kostnaðurinn lægri, en líka þú horfir að ánægja með þjónustuna, þá er hún mest það sem þjónustan er boðin út og minnst í Reykjavík sem er með hann á eigin vegum. Og mér finnst bara áhugavert að tala, þú talar fákeppni eins og hún sé neikvætt fyrirbrigði. Hún er vissulega ekki jafn heppileg fyrir neytendur og fullkomin samkeppni, þar að segja ef þúsundir fyrirtækja vera að veita sömu þjónustu, en það er bara nærri hvergi raunin, þannig að þú verður að finna einhvern veginn eitthvað jafnvægi og í flestum löndum endaru með 3-4 aðila sem eru með bróður hlutana markanum, jafnvel þótt að sé 1000 sinnum stærra land eins og Bandaríkin. Kapitalismin leiðir til fákeppni og einokunar.
ekki einokunar, það er það sem ég er að segja vegna þess að Þetta er dæmi að hann leiðir til fákeppni vegna þess að hægt og bítandi þá leiðir það til þess að vera 3 aðilar á viðkomandi markaði. Já, en það getur verið heppilegra. Horfðu til dæmis á skipaflutninga. Og ef við hefum ekki samkeppnislög þá myndi enda með því að vera bara 1 fyrirtæki á markaði. Þannig virkar kapitalismin. Það verður þá stóri mun stækka og endanum mun hann drottna yfir. Já, vegna, ég er alveg sammála því að þurfum við að hafa eftirlit með honum og reglur, er það ekki? Alveg sammála, jú. Að það á að vera eftirlit og reglur þegar kemur að markaðnum. Hann á ekki vera fullkomlega frjáls. Og ég er fylgjandi samkeppniseftirliti og ef að til dæmis að það væri 2 fyrirtækja markaður og fyrirtækin 2 vildu saminast, þá væri eðlilegt að stöðva þann samruna. Það sem ég er að tala um hérna og gera athugasemdir við í raunframkvæmdina á samrunamálum í Íslandi er eitthvað allt annað. En þegar við tölum um fullkomna samkeppni eða fákeppni eða einokun, þá vil ég aftur nefna sorphyrðuna vegna þess að það er bara einn staður á höfuðborgarsvæðinu þar sem ríkir einokun í sorphyrðu. Og það er hjá Reykjavíkurborg vegna þess að hún er eini aðilinn sem getur veitt þessa þjónustu. Ég veit ekki hvernig þetta er í Kópavogi en það er ekki þannig að ég er íbúi í Kópavogi ég geti valið hver hyrði sorpið mitt. Það er bara Kópavog sjálfur sem gerir samningin. Já, en það er tímabundin samningur og lagsta verðið og besta þjónustan vinnur. Nei, það er ekki þannig. Það er bara einn aðili sem sér sorpið en það vill svo til að það er einkarekstur á því. Það er ekki einokun, það er útboð, samningurinn er boðin út, þannig að þú býður verð sem þú telur nógu lágt til að þú fáir samningin. Einokun er það að bara einn aðili má veita þjónustun á svæðinu og þannig er það í Kópavogi og þannig er það í Reykjavík. Nei. Munurinn er sá að þetta er félagslega rekið í Reykjavíkurborg, það er Reykjavíkurborg sjálf sem rekur þetta. Og getur þá bara reynt að þróa sem allra besta rekstur á því. Ég er ekki viss að þeir hafi gert það, en gætu svo sem gert það. Þetta er ekki rétt hugtakanotkun. Það er ekki einokun ef að aðili býður út ákveðna þjónustu í takmarkaðan tíma og margir bjóða og sá sem kaupir velur úr. Það er einokun gagnvart notendanum. Nei, sá sem er að bjóða út er sá sem er að hann ber hagsmuni notandans fyrir brjósti. Þannig að þegar Kópavogur eða Garðabær eða Hafnarfjarðarbær Ég er nefnilega ekki viss að það sé þannig í raun að þegar það er boðið út að það lækki sorphirðugjaldið sem er tekið af hverjum íbúa. Ég er ekki viss að það sé þannig. Ég var að taka dæmi fyrir það sem sorphirðugjaldið lækkaði 50%. En ég er ekki viss að það sé alls staðar þannig. Bara reynslan bæði á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri er þannig að bæði kostnaður lækkar og þjónusta batnar. Og ástæðan er sama þú ert að tala um að einokun sé slæm. Það er slæmt þegar einn aðili gerir hlutina og ekkert annað er í boði. Þess vegna beita nærið því öll stærstu sveitarfélög landsins útboðum. Vegna þess að þau telja það best fyrir sína íbúa og reynslan sýnir það. Eitt af útboðunum er til meðferðar í samkeppniseftirlitinu vegna þess að það eru grunur að fyrirtækin hafi gert samning sín á milli áður en að þeir sendu inn tilboðin. Það er ólögmætt verðsamráð og það er auðvitað eitthvað sem það er einmitt í sorphirðunni. Það er bara, en ég meina, hef hvergi talað gegn eftirliti með því og það er ólögmætt athæfi sem á auðvitað að stöðva og refsa fyrir. Og ég hef aldrei talað gegn því að það séu eftirlitsstofnanir eða regluverki kringum hluti og verðsamráð er eitthvað sem á að vera ólöglegt og er mjög alvarlegt brot og bara ég er heilsugar mótfallin. Að því komum aftur að samkeppniseftirlitinu myndur þú taka undir það sem að til dæmis forstjóri samkeppniseftirliti segir að það þyrfti að stórefla það að þeir hafi bara eiginlega allt og litla burði til þess að fylgja málum eftir að til dæmis þessi samrunamál teppa stóra hluta af starfsfólkinu og þeir hafi, minnir að þegar hann kom hingað þá fékk ég svona tilfinningun hann hefði eins og bara 2,5 stöðugildi til að hafa frumkvæðisrannsóknir sem að hafa til dæmis verið skipafélögin og hafa verið olíufélögin sem að hafa orðið risastór mál en raunverulega er samkeppniseftirlitið svo fjársvelt að það hefur eiginlega enga burði til þess að vera með frumkvæðisrannsóknir. Myndirðu taka undir það því að þú ert fylgjandi samkeppniseftirlitinu að það er stórelt? Alls ekki. Samkeppniseftirlitið í Íslandi er síst of lítið. Nei, síst of stórt. Síst of stórt. Nei, það er síst of lítið vegna þess að ef við horfum bara á stærðarmörk fyrir samruna rannsóknir þá eru þau 1/5 af því sem tíðkast á öðrum Norðurlöndum. Það er að segja lágmarksvelta áður en að samkeppniseftirlitið fær tilkynning samruna. Það er vegna þess að markaðin er lítill. Nei,
það eru engin önnur lögmál. Það eru sömu lögmál hérna sem gilda varandi stærðarhagkvæmni. Þú vilt heldur ekki vera með 1000 lítil fyrirtæki að veita sömu þjónustu. Ímyndaður að vera með 100 skipafyrirtæki sem eru hvert og eitt með sitt skip að koma til og frá landinu. Heldur að það myndi skila lægra verði til neytenda? Við á 7. áratugum vorum við með svona 7-8 tryggingafélög, nú vorum við bara með 3. Já. Ég var ekki að tryggja mikið þar og enn síður þú á 7. áratugum. Nei, ég get sagt þér að markaður leitar í sitt hagkvæmasta form vegna þess að ef að þú væri með 100 til dæmis skipafyrirtæki sem væri þá hvert og eitt með sitt skip sem væri að koma til Reykjavíkur, þá væri miklu hærra vöruverð á Íslandi heldur en eða væri 2. Þannig að fákeppni getur verið heppilegasta fyrirkomulagið fyrir neytendur. Þannig að ég skil ekki þetta að tala um að það sé vont fyrir neytendur eru 2, 3 eða 4 fyrirtæki á markaði. Ef það er mikill fastu kostnaður þá myndast mikil stærðarhagkvæmni og henn þá deilt með neytendum. Þetta er það sem Samkeppniseftirlitið hefur verið gagnrýnt fyrir að þeir taka yfirleitt stærðarhagkvæmnina, rökin fyrir stærðarhagkvæmnum fram yfir samkeppnina. Það eru aukt, þau vega stærðarhagkvæmni ekki nógu þungt. Ég hef heyrt á gagnrýni að þeir gera allt of mikið að því að sætta sig við rök fyrirtækjanna stærðarhagkvæmni. Stærðarhagkvæmni muni leiða til ódýrara verðs vegna þessi sparnaður inn í einu sameiginlega fyrirtæki sem muni fara til neytenda, en það gerist ekki og Samkeppniseftirlitið allt of mörgum tilfellum sættir sig við þessi rök en er ekki með það að leggja höfuðáherslu og að halda samkeppninni gangandi. Ég var að nefna við áðan að inngripin þeir eru 100-falt algengar en annars staðar. Finnst þér það merki? Ég veit að þetta er ekki gagnrýni sem kemur frá ykkur En það er aðrir sem gagnrýna Samkeppniseftirlitið fyrir að vera ekki nógu öflugt. Já, ég bara er að tjá þér mín sjónarmið og þau eru stutt af gögnum og það er bara ekki þannig að Samkeppniseftirlitið sé ekki að grípa nóg inn í. Þau eru að grípa inn í 100 sinnum meira en önnur Samkeppniseftirlit. Og þegar þú segir að það sé vegna þess að markaðurinn sé svo lítill, þá á það ekki við. Vegna þess að stærðarhagkvæmni lögmál stærðarhagkvæmni eiga alveg eins við á Íslandi. Við eigum ekki að sætta okkur við að vera með miklu minni og óhagkvæmari fyrirtæki en annars staðar. Þá fáum við hærra vöruverð sem þér er svo illa við. Og okkur öllum er illa við. Ég meina, við viljum til dæmis, ég held að eiginlega enginn hafi lækkað vöruverð jafn mikið á Íslandi og viðskiptaráð með því að berjast gegn himinháum tollum, vörugjöldum og sköttum. Og bara eitt dæmi það eru tillögur sem við komum með upp úr 2010-11 að afnema tolla og vörugjöld á allt nema landbúnaðarvörur. Og það var síðan gert af stjórnvöldum nokkrum árum seinna og í kjölfarið opnuðu stóra keðjur eins og H&M, Lindex og Zara og fleiri. Áður þurftur að fara til útlanda til að kaupa þessar flíkur. Nú getur við gert það á netinu? Já, en ef þú hefði gert það á netinu áður, þá hefur þurft að borga 40% skatt. Ef þú ætlar að kaupa sjónvarp í gamla daga, þá þurftur að borga 80% skatt af sjónvarpinu. Og þetta er það sem hækkar vöruverð. Ekki ímyndað okrið, vegna þess að okrið sem þú lýsir kemur hvergi fram í ársreikningum þeirra sem eiga að vera okrar svona mikið. Já, þú getur tekið til dæmis sögu af Costco. Þegar þeir koma inn á markaðina þá eru þau með umtalsvert lægra verð heldur en var hér áður. Íslensku keðjurnar lækkuðu ekki sitt verð. Heldur biðu bara þangað til að Costco var búið að ná markaðshlutdeild sem að þessi búð réð við. Þá var kannski svona ákvörðun sem að Costco stóð frammi fyrir að þeir opna aðra búð upp í Grafavogi eða eitthvað svoleiðis til þess að auka enn markaðshlutdeild sína. En þeir tóku það ákvörðun að færa sig frekar upp í verði og vera bara svona 5% undir íslensku fyrirtækjunum. Og nú er Costco búðin í Garðabæ, sú búð Costco sem skilar mestu marði í heiminum. Af því að það er inn á svæði hins íslenskra okurs. Þetta er svona frásögn af því hvernig samkeppnin getur virkað í fágilsmarkaði. Ég væri til að fá heimildir. Varstu inn á fundunum hjá Costco? Hvernig veistu þetta? Ég er bara svona ákveðnar heimildir. Þetta er bara getgátur? Já, en það því að þeir skilaðu ekki eftir, en þeir segja þetta sjálfur sem er að reka, þessir englendingar sem er að reka þetta, að þeir sé að reka þá búð í heiminum sem að skila mestu marði. Já, ég meina eins og ég segi aftur, ef að íslensku aðilarnar eru þá hærri en þeir, ættu þeir þá ekki verið að skila ofurarði? Hann er ekki til staðar. Hvar er allt þetta okur? Hvert fer gróðinn? Hann fer til lífeyrissjóða, 80%. Já. Þetta þá er það líka, þetta er líka saga um Haga og Festi,
að þeir geta frekar mist tildegna hlutdeild heldur en að fara í verðsamkeppni við nýja aðilann. Og ég held að það hafi nú lengi verið raunin að þegar að hinn búðin kom þarna í Kópavogi, að þá svara stóru aðilarnir ekki, heldur bíða það af sér. Þannig að sko samkeppnin ekki alltaf, þannig það ekki verðsamkeppni í maturmarkað og bara eiginlega aldrei nema þegar Costco kom. Þá bara var ekki samkeppninni svarað. Þannig ég bara benda á svona dæmi úr raunheimunum okkar að það ekki alltaf þannig að samkeppni leiði til lægra vöruverðs. Ég bara, eins og ég segi, ég bara, íbúðir sem ekki ég að seljast. lýsa því fyrir þér að sko við erum með stórar matvörukeðjur, 3-4 og þær eru að vinna sín störf og allt þetta starfsfólk með eins hagkvæmum og skilvirkum hætti að þau geta og eru að reyna að verðleggja sér lágt til að halda sinni markaðshlutdeild, enda kemur það fram í ársreikningum þessara félaga að þau eru sko varla að ná arðsemi sem svarar fjármagnskostnaði. Þannig að sko bara þetta okur sem þú ert að tala bara ég væri til í að sjá hvar það kemur fram. Vegna þess að sko, þú talar hærra vöruverðin í öðrum löndum, Já. Rétt. Ég hef stundum leikið mér að ég tók það dæmi. Alveg rétt, en ef ég fæ að klára, þá eru launin líka hærri í öðrum löndum og ef þú tekur vöruverð eða til dæmis útgjöld í mat samanborið við önnur ríki, þá eru þau í mörgum tilfellum lægri á Íslandi. Þannig að ekki gleyma því að kaupmáttur á Íslandi mjög hár, laun eru mjög há og það þýðir að kostnaður þessara fyrirtækja líka hærri og það eðlilegt að vöruverð sé þá einhverju marki hærra. Matvælaverð sem lægra á Íslandi heldur en í Evrópu fyrst og fremst mjólkurafurðir sem niðurgreiddar. Já, niðurgreiddar sem sagt, þannig að þær eru lægri kannski út í búð en þú borgar líka fyrir það með hærri sköttum. Ég veit að segja að stundum að það sé lægra verð á Íslandi en það fyrst og fremst í þessu tilfellu. Nei, ég að segja að það sé almennt hærra verð á Íslandi vegna þess að launin eru hærri. Já. Og það þýðir að öll fyrirtæki sem starfa á Íslandi þurfa að rukka hærra verð til að eiga fyrir kostnað. En ástæðan fyrir því að innkaupabókin sé sko 50% dýrari á Íslandi heldur en í Hollandi ekki laun. Nei, ástæðan fyrir því munurinn á laununum ekki þessi. Nei, ástæðan fyrir því eru tollar. Það eru himinháir tollar á nær allar landbúnaðarvörur á Íslandi og það leiðir til gríðarlega hás matarverðs. Hvort sem lítið til mjólkuvara, smjörs, kjötvara eða annars, þá það er 100% tollur á ost. Það er 150% tollur á smjör. Þetta eru svo miklir ofurskattar að það ótrúlegt að íslenskur almenningur sættir sig við þetta. Ég hef borið þetta saman og þetta hef ég tekið kjúklingabringu og svona vegna þess að það er langmesti munurinn af því að hér eru verndartollar til að verja einhverja 3 framleiðendur sem kannski eru í þínu félagi. Það skiptir engu máli hvort þeir eru í félaginu mínu ekki vegna þess að í viðskiptaráði í hlutverkinu að við berjumst fyrir verslunarfrelsi og lægri sköttum. Og það þýðir að við höfum alltaf frá stofnun okkar barist gegn tollum, vörugjöldum og öðrum innflyttingshömlum. Þannig að þið getur tekið úttekt á kjúklingamarkanum á hvernig vendatollanir búa til ofurhagnað inn í mata. Ég ætla ekki að fara að nafngreina einhver einstök fyrirtæki hérna, en við höfum gert úttekt á landbúnaðarkerfinu og bentum þar á himinháa tolla, meðal annars niður á kjúkling eða alifugakjöt. Sem er eðlilegt að gera aðgreina það frá venjulegu landbúnaði það sem að fólk sér alltaf fyrir sig bara eitthvað fjölskyldubíli á Suðurlandi. Þetta er fyrst og fremst 3 fyrirtæki þarna eins og alls þar annars staðar sem að drottni við markanum hvað sem eru egg, svín eða kjúklingar. Og þarna komum við inn á það að við erum að tala fyrir ákveðnum hugsjónum og ég myndi aldrei flett upp í félagatalinu áður við ákvæðum hvort að við myndum fjalla þetta. Við fjöllum alltaf og reglulega það að tollar séu skaðlegir og það afnema á. Og við myndum vilja afnema alla tolla á landbúnaðarvörur á Íslandi. Og alla tolla almennt. Já, alla tolla almennt. Og þetta í rauninni það sem, ég held að fólk fatti ekki alveg þegar þú ferð út í búð og sérð hvað smjörið dýrt eða hvað kjötið dýrt eða annað. Þú áttaðu ekki á því að stór hluti ástæðinu fyrir þessu háa vöruverði á matvöru eru tollar. Það vegna þess að þú getur ekki flutt inn kjöt eða ost. Ég held að fólk gerir sér alveg grein fyrir þessu. Sá sem eru út í búð. Þú hefur í þessu viðtali bara talað gráðuga kaupmanninn. Og það rauninni það sem viðskiptaráð hefur verið að berjast fyrir frá stofnun sem andúð á kaupmönnum.
Ég var að tala fákeppni, Já, en þú veist, tók matvörubúðir, ég tek ekki tryggingarnar, skipaflutninga, olíuflutninga. Þetta endar alltaf í andúð á kaupmannum. Sá sem endar á að selja vöruna og rukkar í verði fyrir allt sem á undan er gengið, hann fær alltaf skammirnar. En sko, þú sérð ekki á kvittunni hversu mikið af kjúklingaverðinu fór í tolla. Ég held að sé engin sérstök andúð hérna, Bónus var einu svona vinsælasta fyrirtæki á Íslandi. Þannig að það er ekki þannig að það sé eitthvað svona rosalega mikil andúð sem er kynnt undir að fólk fara að hata kaupmannin. Maðurinn sem þú varst að lýsa, eða konan sem varst að lýsa út í búð sem er að undra sig á því hvað þetta er dýrt allt saman. Ég held vitið alveg með tollana. Ég held viti og ég meina margir af þeim sem að þú myndir spurja viðkomandi, viltu afnema tollana? Og þá myndu svara nei, ég vil vernda íslenskan landbúnað út af ýmsum ástæðum. Getur verið bara út af einhverju rómatík að vilja viðhalda byggð, óttast að byggð muni leggjast af ef við hlýðum þér og afnumum alla tolla, eða þá að menn velta fyrir sér matvælaöryggi og alls konar hlutum. Þannig að ég held að fólk svona, ég meina, þetta er búið að vera umræða sem að Jónas Kristjánsson kveikti í dagblaðinu sko fyrir 50 árum. Þannig ég held að allir sem búa hérna þekki þetta svona ágætlega. Já, gott, en sko því er til að svara, til dæmis tollar voru afnumdir á tómata og paprikur hérna og agúrkur fyrir nokkrum árum og þá snarlækkaði vöruverð þessum tegundum. En íslenski grænmetisbændur, þeir hafa náð mjög góðum árangri þegar kemur að því að rækta þessar tegundir áfram. Og ég persónulega vel alltaf frekar íslenska tómata, jafnvel þóttir síðan dýrari en þeir innfluttu vegna þess að mér finnst þeir bragðast betur. Og þannig að sko ég hef engar áhyggjur af íslensku landbúnaði að hann get ekki starfað í virkri samkeppni við erlendar afurðir. Já, en það eru margir í íslensku landbúnaði og margir aðrir sem hafa áhyggjur af því. Já, en það lýsir bara vantrú á eigin getu vegna þess að íslensku landbúnaði er fullkomlega fær um það. Það lýsir vantrú kannski líka á svona skapandi virkni kapitalisma sem að þú hefur mikla trú á, að það leiði alltaf til bestu niðurstöðu. Ekki alltaf, ég tala fyrir þetta eftirliti og einhverjum ramma, þú veist, ég er ekki blindur, ég er bara að tala um að við viljum virkja krafta, frjálsar samkeppni innan þess lagaramma sem sko víðtæk sátt og skilgreiningir um. Já, en þeir sem eru með aðra skoðanir hafa einhver rök fyrir því. En ég ætla aðeins að ég var að byrja þarna með mennta, hvort að þið viljið einkavæðingu eða einkarekstur inn í skólakerfið. Ég myndi ég myndi segja sem sagt að ef við horfum á leikskólastigið, þar er mikill einkarekstur. Ef við horfum á framhaldsskólastigið, þar er talsverður einkarekstur og verslunarskólinni þar í Þið viljið sitja inn í grunnskólana Ef við horfum á háskólastigið, þá er þar háskólinn í Reykjavík einkarekinn, en á grunnskólastigið er engin einkarekstur. Og þið viljið það? Og hvar er lakasti árangurinn og hæsti kostnaðurinn? Það er á grunnstólastiginu. Og þið viljið í heilbrigðiskerfinu aukin einkarekstur? Sko, svarið mitt, við viljum jafna samkeppnisstöðu, þar að segja að hið opinbera mismun ekki. Við vorum að gera núna út þetta á heilsugæslum og þar tókum við til dæmis undir sem dæmið það að við erum ekki á móti samkeppniseftirlitinu. Við gerðum tillögur þær okkar og hvöttum við opinbera til að fara að tillögum samkeppniseftirlitsins að jafna stöðu heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það eru 4 einkareknar heilsugæslur á höfuðborgarsvæðinu. Það raða sér í efstu sætin þegar kemur að ánægju með þjónustu og neðstu sætin þegar kemur að kostnaði. Og þið viljið að opinberi reksturinn verði skilgreindur þá með sama hætti og einkarekstur og það sé jafnræði þar á milli. Sem er oft svona aðdragandi einkavæðingar, þá endanum við að segja er þá ekki bara alveg skott að einkavæða þetta. Ef þú verður að reka opinbera þjónustu þó hún sé í eigu sveitarfélaga eða ríkisins, þá þetta reka eins og hún sé fyrirtæki á samkeppnismarkaði og þá endanum kannski skiptir ekki máli hvort að þú bara einkavæðir það ekki, því að ríkið rekur þetta hvað sem er eins og þetta einkafyrirtæki. Ég meina, horfðu á háskólastig, ég held að það sé besta dæmið. Háskóli Íslands, við erum ekki að leggja til að Háskóli Íslands er lagður niður. Við stofnuðum einkarekin háskóla við hliðina á honum. Og það hefur verið eitt af besta sem hefur komið fyrir Háskóla Íslands að fá samkeppni nemendur, samkeppni kennara, samkeppni fræðafólk. Þetta er miklu betra og dýnamiskara umhverfi fyrir fólk að starfi heldur en einokun. Já, við þekkjum dæmi til dæmis margir sem að vinna innan Landspítalans segja að það hefur verið betra ástand þegar Borgarspítalinn og Landspítalinn voru sikkur stofnun. Já, þannig að stærðarhagkvæmninum sem að var sameiningu, svona einn meintu samleðar áhrif kom aldrei fram. Og ég get alveg tekið undir þetta. Ég
hafði miklar efasemdir þetta. Já, 2 opinber fyrirtæki geta búið til samskonar ástand eins og þú ert að lýsa. Já, og bara, þú veist, í tilfelli Landspítala, þá hugsa ég þetta líka eins að ef að þetta hefði verið einkaaðilar, þá hefði Samkeppniseftirlitið aldrei leyfst þeim að sameinast. Vegna þess að það hefði ekki tekið nein rök einhverja meinta stærðarhagkvæmni gild þegar kemur að spítalarekstri. Vegna þess að það hefðu orðið að vera að minnsta kosti 2 aðilar. En í tilfelli Landspítala núna bara 1 aðili og þá vantar þetta samkeppnislega aðhald. Já, þannig að við fórum á langt í samlegar áhrifunum. Ég held það. Ég held að við ættum frekar að vera með 2-3 spítala. Já. Orkan, Landsvirkjun, þú vilt engavæða hana eða ekki? Ekki bara enga rekana? Jú, sko, til að okkar núna að selja hlut í henni. Það að segja að hið opinbera haldi áfram á meiri hluta í félaginu en að skrá í hinn hlutan á markað og sem sagt selji þannig 35% hlut. Það okkar til að. Til hvers? Til að fá verðmæti fyrir þá sem búa hérna og greiða skattana. Það fer áfram rekið bara af ríkinu? Já, en ef þú ert komið með verð á bréfin og ert komið með... En þá fristni á ríkinu að selja restina? Nei, þá bara ertu komið með samkeppnislegt aðhald og gagnsæi og bara ákveðnar kröfur og upplýsingagjöf og annað sem bara myndi bæta starfsumhverfi fyrirtækisins. En Landsvirkjun sko risa fyrirtæki og þú ætlar ekki að fara að brjóta það upp eins og símafyrirtækinu voru brotin upp í Bandaríkjunum 80, þannig að þetta verður bara alltaf risa fyrirtæki. Hvaða gagnir að því að selja þessi 30%? Fjármunir. Hið opinberir í miklum skuldum og að greiða mjög háa vexti að því. Og með því þá koma aðilar inn sem að vilja fá arð, eða ekki? Jú, bara arð í samræmi við áhættuna af rekstrinum. Og Landsvirkjun hefur borgað gríðarlegan arðinn í ríkissjóð? Já, sérstaklega á seinustu árum. Það var auðvitað engin arður fyrstu árin, sko, en núna er arðsemin aukast og allt er þetta endurspeglað í útboði. Þannig að verðið á þessu 30% yrði bara mat á því hvað Landsvirkjun mun borga tilbaka á næstu 20 árum. Þetta er svo traust fjárfesting að það verður langur tími sem yrði. En á endanum eftir 20 árin þá er ríkið alveg á sama stað. Nei, vegna þess að ríkið það búið að spara sér vaxtagreiðslur af skuldunum sínum á sama tíma og hefur 22 ár, þá er það komað sama stað? Nei, af því að það hefur getað veitt þá þessum fjármunum í annað og byggt annað upp og fjármál þess stæðu betri vegna þess að ríkið fær líka ávöxtun á þá fjármuni sem það fær við sölu á hlutnum. Það er ekki svo sá hlutur standi í stað. Við höfum ekki öll góða reynslu af þessu. Það er ofta að gera eitthvað tiltekið við sölu andverið Símans á sínum tíma, gott ef það er ekki að byggja Landspítala. Þannig að við höfum svolítið mörg dæmum að... Fékk ekki opinbera hátt í 80 milljarða fyrir Síman og að fara í Landspítala. Og hvert er markaðsvirði félagsins í dag? Þannig að ég myndi hugsa að opinbera hafi gert mjög vel í þeirri einkavæðingu. Og ég held að enginn sakni þessa símaþjónusta sig í opinberum rekstri. Nei, ég er bara að benda á það er oft verið að fara rök fyrir sölu á ríkisfyrirtækjum að við höfum að geta nýtt fjármunina í eitthvað annað sem er betra en við höfum ekki beint svona sögulegu dæmi það. Við hafa verið að selja Íslandsbanka daginn og hvað fór peningarnir í það? Greiða niður skuldir. Ég meina, þú veist, bara skuldir hins og opinbera ríkissjóðs eru svo himinháar að réttast væri að setja andvirði þessara salna í það vegna þess að þá erum við að spara hversu mikið í vaxtakostnað og þú getur notað það annarkvort til að lækka skatta sem ég myndi kannski heldur vilja eða auka tilfærslur eða styrkja velferðarkerfið eins og þú myndi kannski frekar vilja. Byggja upp húsnæðiskerfi en að hækka skatta og auka útgjöld. Þau eru yfirleitt á móti hækka skatta. Já, við erum á móti hækkun skatta og aukningu útgjalda. Við teljum að þau opinbera sem með meira en næga fjármuni til að sinna þeim verkefnum sem það getur á að sinna og þarf að horfa núna til að nýta það með hagkvæmari hætti, ekki að auka útgjöldin. Finnst þér réttlætanlegt að maður sem er kannski með 500 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur og einhverja launatekjur sem er lægra skatthlutfall af tekjur sínum heldur en fólk á lægstu launum? Það er ekki þannig. Fólk á lægstu launum borgar svona það bil 10-20% virkan tekjuskatt, það er að segja... borgar líka útsvar? Já, tekjuskattur og útsvar. Ef þú telur saman tekjuskatt, útsvar og tekjuskattstengdar bætur. Ég held ég tekið Þorsteinn Má sem var tekjuhæstur samkvæmt einhverjum listum að ég held að hann hafi verið að borga saman hlutfall af tekjur sínum og hann var með þokkalega launatekjur. Það er sumir sem eru með háar tekjur svona næstu því eins og hann var með sem eru bara fjármagnstekjur. Að hann var að borga með minnir að hafa verið sama og sá sem var með eitthvað 510 krónur á mánuði.
Já, ok, sko, ég myndi segja að einstaklingur sem með fjármagnstekjur, ef hann vill neita þeirra, ef hann vill nota þær, þá greiðir hann 37,6% skatt af því. Þannig að sko fjármagnstekjurnar eru nú ekki lægri en það. Notaður meira... Ef ég stofna fyrirtæki á 100 krónur og hagnast 100 krónur, þá byrja ég að borga 20 krónur í tekjuskatt og svo vil ég taka það út til mín og eyða því persónulega, þá þarf ég að borga 22 krónur í viðbót. Þetta er rök sem að þið hefur verið með. Þetta er ekkit rök, þetta er bara svona. Nei, þetta er hvergi í heiminum þar sem þú sér þetta samhengi á milli fyrirtækjaskatta og fjármagnstekjuskatta, að þau einhvern veginn falli saman við launatekjur. Þú hlýtur að vilja bera saman epli og epli. Og ef það svo væri, ef þú vildir þetta, að þá myndir þú leggja til þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt þannig að fjármagnstekjuskatturinn myndir rýma við efra þrep. Nei, þá verður þetta að refsa þeim sem standa sig vel í að búa til verðmæti. Vegna þess að Þú ert að refsa þeim sem er að vinna mikið. Ef fjármagnstekjur eru ekkert annað en viðurkenning annars fólks af því að þú hafi staðið vel í að ráðstafa fjármunum og sért að fá ávöxtun á þá. Og þá viljum við sem samfélag að þessir einstaklingar haldi eftir sem mestu af þessum fjármagnstekjum inn í fyrirtækjum. Þú vilt það, ekki við. Já, við sem viðskiptaráð haldi sem mestu af þessum fjármagnstekjum inn í fyrirtækjum og endur fjárfesti þar í verkefnum sem búa til meiri verðmæti. Þarna býrðu til vél sem eykur smá saman hagvöxt og leiðir til betri lífskjara fyrir alla. En sá sem er með há laun, að þú vilt ekki beita sömu rök að það sé einhvern veginn viðurkenning okkar á því að vinna hans sé mikilvæg og þess vegna hann lendir í efra þrepi sem er 46% skattur sem að maðurinn sem að þú ert svo ánægður með að fá mikla fjármagnstekjur vegna þess að hann einhvern veginn... Hann er ekki að fá þar eru inn í félaginu. Ef hann vill taka þær út þá greiðir hann 37,6% í skatt. Þannig að þetta tala að fjármagnstekjuskattur sé miklu lægri en skattur og laun, það stenst ekki skoðun. Vegna þess að... Þú leggur alltaf saman skattlagningunum á fyrirtækið og skattleggja á hans. Það er annars sem að fyrirtæki eru sjálfstæður lögaðili, ekki viltu leggja það til að eigendur og að það sé gert upp gagnvart skattinum saman eigandinn og fyrirtækið. Þú vilt að fyrirtækið sé sjálfstæður skattaðili. Tvímælalaust. Já, og þannig að það borgar sína skatta. Já, en fyrirtækið... Þegar það borgar síðan út, þá er það algjörlega ný... Þá er aftur skattur. Það er ekki... Fyrirtækið er sjálfstæður skattaðili. Rétt. Já, en þú vilt það. Já, en við erum... fyrirtæki er alltaf samansafn af einstaklingum, ekki satt? Við erum að bera saman kjör fólks eftir því hvort það sem er launatekjur eða fjármagnstekjur, er það ekki? Við erum að bera saman launafólk annars vegar og fólk með fjármagnstekjur hins vegar. Þú nefndir einstakling með fjármagnstekjur, ekki satt? Sá einstaklingur, ef hann vill nýta þessar fjármuni til dæmis til að kaupa sér bíl eða hús, þá getur hann ekki gert það fyrir hann er búin að greiða 37,6% skatt á hagnaðinum. Þá er þetta að leggja saman það sem að fyrirtæki borga því? Já, ég er að bera saman einstakling með fjármagnstekjur og einstakling með launatekjur. Einstaklingur með fjármagnstekjurnar er búin að borga 37,6% skatt af fjármagnstekjunum áður en hann má eyða þeim. Þannig að það er samanburðurinn sem þú vilt gera. Það er rétti samanburðurinn. En þetta er samanburður sem þú vilt endilega tengja saman skatt fyrirtækisins og einstaklingsins, að þú finnur það hvergi í skattkerfi nokkurs lands þar sem hefur verið að gæta því að þetta samhengi sé. Þannig að þetta er einhver svona furðuleg kenning sem er orðið til á Íslandi og menn éta hver upp eftir öðrum að sé einhvern fullkomin réttlæti, en það er hvergi í heiminum sem menn horfa á þetta réttlæti. Þetta er svona víðar. Hvað meinur þú? Þetta er ekkit sér íslensk kerfi. Skattkerfið er ekki búið til þannig að það sé samhengi þarna á milli. Að samanlagður skattur fyrirtækisins og fjármagnstekjuskatturinn sé einhvern veginn í flútti við launaskatt. Jú, þetta var hækkað af síðustu ríkisstjórn, fjármagnstekjuskatturinn var hækkaður úr 20 í 22% og þá var sagt, já, við ætlum að gera þetta til að virk skattlagning sé svo sama á fjármagnseigendur og launþega. Þetta verið til í umræðinu hérna á Íslandi, en ef þú skoðar samhengið á milli fjármagnstekjuskatts og fyrirtækjaskatts og launaskatts í öðru löndum, þá er hvergi þetta samhengi, þannig að menn er ekkert að leita þessu réttlæti sem að þú ert að tala sig eins og gullin regla. Þetta er réttlæti sem þú talar um. Þú byrjaðir á að nefna fjármagnseiganda og sagðir að hann borgaði lægri skatt en launamaður. Ég er að segja að það er ekki rétt. Sá sem er með fjármagnstekjur greiðir tæplega 38% skatt á meðan launamaður með til dæmis 500.000 mánuði er nær 10-20% í skattlagningu. Ég tók dæmi og spurði þig hvort þetta vera réttlætanlegt að Þorsteinn Már
sem var skattastur, þess vegna þetta ekki dæma á honum, hann með lægra skatthlutfall launa sinna heldur en manneskja sem með 520.000 krónur á mánuði. Ekki eitthvað að ríkinu? Þetta ekki rétt hjá þér. Þú vilt taka launin hans í 46% jaðarskatti og fjármagnstekjurnar hans í 37,6%. Já, þegar þú tekur fyrirtækið Samherja með. Já, ég meina fyrirtæki býr til hagnað eða fyrirtæki kaupir eitthvað sem hækkar í verði. Þú greiðir 20% af því og svo ef það ætlar að taka út, þá greiðir aftur 22%. Þú ert eiginlega hafnaði að fyrirtæki sé sjálfstæður skattaðili, þannig að það í að skattleggja. Nei, vegna þess að þetta býr til hvata fyrir fyrirtækin og eigendur þeirra að endur fjárfesta þeim verðmæti sem verða til í félagunum í öðrum verkefnum. Þú telur að peningarnir séu betur varið í höndunum á Þorsteini Má heldur en ríkisvaldinu eða sveitarfélaginu? Ég myndi orða það þannig að já, algjörlega, vegna þess að markaðurinn... Þess vegna viltu hafa lága skatta af efnamiklu fólki? Ekki fólkið, heldur fyrirtækin. Það er að segja Samherji til dæmis, af því að þú ert að nefna það sem dæmi, og bara öll fyrirtæki, þegar þau verða verðmættari og verðmættari, þá eru þau að búa til verðmættari og þú vilt skilja sem mest af þeim eftir vegna þess að þeir aðilar og þessi fyrirtæki eru búin að sýna að þau eru góði að búa til verðmæti. Þannig að þú vilt hvetja þessa aðila til að endurfjárfesta og halda áfram að gera vel. Það sé betra að hafa lægra skatthlutfall á Þorsteini Má vegna þess að hann fer betur með peningana heldur þau opinbera þar sem að við myndum nota þetta til að byggja vegi eða heilbrigðisþjónustu eða eitthvað fleira, að hann muni einhvern veginn gera meira úr peningunum, að það sé betra fyrir bæði hann og samfélagi allt að hann hafi lægra skatthlutfall heldur sá sem með 520 krónur. Ef við erum að tala um hann, þá er hann sannarlega ekki með lægra skatthlutfall, hann með hærra skatthlutfall. Ef við erum að tala um Samherja, þá vil ég auðvitað fyrirtæki hafi ráðrúm og frelsi til að endurfjárfesta og búa til ný verkefni. Þú tekur alltaf saman skattinni og Samherja og leggur það á skattinu. Ef að þú nefnir einstakling, þá verðum við að horfa á skatttekjur þess einstaklings. Þú getur ekki nefnt einstaklingin og sagt svo skatthlutfallið bara fyrirtæki. Einstaklingur má ekki nota það fjármuni. Hann borgar bara 22% af fjármagnstekjunum en þú vilt alltaf bæta við það tekjuskatti fyrirtækja sem var borgað inn í Samherja. Já, vegna þess að ef að Samherji fjárfestir eða eitthvað annað fyrirtæki og það hækkar í verði, þá er fyrst greiddur 20% og svo 22% áður en þú fær fjármunina tilbaka. Þannig að þetta er bara, þú veist, þetta er bara eplum móti eplum. Björn, hefur gaman að þessu? Já, ég er mjög gaman að þessu. Ég ætla líka að gefa þér bók sem er 100 ára afmælisrit ráðsins. Það er verið að reka á eftir mér því að það kom annað efni hérna. Gjörðu svo vel. Takk. 100 ára afmæli fyrir nokkrum árum. Já. Takk fyrir. Þannig ég er að pæla í því hvort það væri til að bara koma aftur út um hérna. Já, það hljómar bara mjög vel. Já, af því að mér finnst gaman að því að við erum svolítið að tala svona kannski grundvallaratriði í pólitík sem og okkur gengur svona misvel, stundum eru við þetta upplýsandi, stundum þetta pex og svona, en við erum bara að finna leiðina til þess að ræða um þetta. Já, ég held að við getum líka afmarkað okkur við tiltekin umræðefni þannig og farið þess á dýptina. Gerum það. Takk fyrir mig. Herðu, en ég verði sérst að hætta núna að tala við Björn Brynjar, það koma hérna seinna, en framundan er eitthvað allt annað hérna á Rauðaborði, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, smá auglýsingar og svo heldur Rauðaborðið áfram. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is